mér bara finnst að það sé spennandi kostur að ganga í Evrópusambandið og ég sem sagt mér finnst bara sko í fyrsta lagi byggi ég þetta á því að ég þoli ekki landamæri, þau eru óþarfir, þau eru til vandræða og ég held að ég hef séð það við það að ferðast Evrópu til dæmis að mann þurfi ekkert á að halda, þetta funkar ágætlega án þeirra, þannig ég býst við að ég var áhuga á því sko og svo eru svona aðrir hlutir eins og til dæmis bara mér finnst eins og við séum á leiðinu þangað hvort þið mér finnst að við förum þangað fyrr eða síðar og það kannski byggir maður líka á því á þessu ferli sko þegar við eftir seinni heimsstyrjöldina þegar Evrópa stokkuð upp og það voru svona einhvern veginn að byrja í svona bernsku það var bara heimurinn lítill og hver að læra á sjálfan sig og svona sko og svo kemur svo þrómynd að fara við förum inn í EFTA fyrirkomulagið og það funkar ágætlega og svo fara við lengra inn í EES svona, þetta svona þroskaferill manns sko, sem endar á því að fer inn í Evrópu, endar ekki það, það það bara eitt skrefið svo vitum við ekki hvað næsti hópur næsta skref en ég held að það sé svona þroska áfangi að ganga í Evrópusambandið og svona eins og ég segi, ég hef á tilfinningu við séum eiginlega hvort þið sko við þurfum að taka allt þetta reglugerðardót á okkur og á þess að hafa nokkuð að segja og svona, ég meina það ekki betra að vera með svo sem sagt finnst mér að megi deilu það hversu vel hefur gengið að stjórna landinu undanfarin ár og ég held að það væri allt í lagi að fá svona aðkomu annar og kannski við erum bara svo fá betur sjá augu en auga sko, þetta eitthvað svoleiðis dæmi og svo líka í sambandi við þessa tilfinningu að ef maður bara skoðar mér er alltaf reynst að vel að skoða hverjir eru sem sagt segja eitt og hverjir segja annað sko og ekki endilega hvað þeir eru að segja heldur hverjir segja það sko og svo kíkjum maður á það sem eru fylgjandi inngöngu Íslands í Evrópusambandið að þá er það miklu meira spennandi fólk sko og ef maður skoðar hinum megin, menn það kallar hann svo Davíð hinum megin það bara ef Davíð fílar eitthvað þá á maður náttúrulega að horfa í hina áttina það er heillavænlegt held ég heillavænleg viðbrögð við því sem að Davíð vill sko og það eru fleiri þessi Friðrik J. Arngrímsson og Adda systir og svona alltaf gott að vera á móti þessu fólki og öndurum með því það er vænlegt til árangurs og fólk á hinum vægnum það er náttúrulega hver eru hinum vægnum spennandi Jón Baldvin Magga mín og Þorsteinn Pálsson verður ekki nefna Þorsteinn Pálsson hann er minn maður í dag svoleiðis ég held að það sé svona sirka það sem að ég hef þetta að segja